Ai. Ja, ai. Give it about Dima. We give it a little time for people to come on. And whoop, 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 whoop. Velkomin á sem er komin á. Welcome to the channel. Grace Just Daily Prayer. A little moment. Give it a little moment. A little moment. Give you a little moment, little moment.
smá tíma fyrir fólk að koma á. Give it a little moment. Give it a little moment. People start to come on. Do this. Okay. Whoa. Let me see how I'm gonna do this. Yeah. Where I put this? Wait a minute. How can I do this? How can I do this? Gaman að sjá þetta, Danni. Elsku vinur minn. Gaman að sjá okkur. Ég ætla svo áfram að fara í rit sem ekki í hefðbundnu Biblíunni, heldur Ethiopian Bible. Thinking about how to do this. How do I do this? Well, we have to do this. Yes, okay. I have it over here. I can do this. I know I can do this. Okay. So I'm just gonna take the text and put this on mute. I'm gonna start taking this on mute and write it from like this. Because I'm going through Ethiopian Bible and we're gonna go through the scriptures that they skipped from the Bibles, like I'm gonna read for you the Clement, and Clement was not in the New Testament, and it
was Clement 1 and Clement 2, but that's in the Ethiopian Bible, and we are gonna go through that here, and this is in the New Testament, but this is only in the Ethiopian Bible. So I'm gonna read this for you, and may this be a blessing to you. Og ég að fara í rit hérna sem að voru ekki skrifuð í Nýja testamentið, og hér með 2 bækur. Við höfum þetta á íslensku, Clement, og þær koma á eftir Opinberunarbókinni í Ethiopian Bible, og veit að vera blessun fyrir ykkur eins og fyrir mig, og fá svona heyra ritin sem var sleppt úr Biblíunni, hinum biblíunum, og við erum bara hér í elstu biblíunni og erum að fara yfir öll ritin. Og ég mun lesa það hér fyrir ykkur. En eins og ávallt hér á Kristjörn, þá byrjum við þetta á stuttri bæn. Faðir, ég bið að blessa stund. Ég bið að blessa varir mínar. Ég bið að leiða þetta. Faðir, Sonur og Heilagur Andi, einn Guð. Amen. Og með þetta nátt í hjarta þeirra sem hlusta, og með þetta vera þeim til blessunar og fróðleiks sem þú gefur okkur alltaf í gegnum orðið í Immanuel Yeshua. Amen. Everybody say amen on this beautiful Monday. Sunday. Wait a minute. Monday. Beautiful Monday. Everybody say amen on this beautiful Monday. It's gonna be Tuesday here on Iceland. It's been a lot for me to do, so I'm always a little bit late because I got a lot on my mind and a lot to do, and so going over my things. It's taking me some time.
So, waking a little bit late, and that's it. Eins og ávallt þá kem ég svolítið seint á, en það bara út af mikið að gera. Það var mikið að gera hjá mér og mikið að hugsa og mikið að gera. Og þannig það, og Guð blessa það. Immanuel, Yeshua nafni. Amen. And everybody say amen on this beautiful Monday. Hallelujah. Amen on this yndislega mánudegi. Og ávallt þá ætlum við að lyfta upp nokkrum nöfnum til Guðs og biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau. We're gonna lift up a few names now, and I'm gonna ask you to pray for them and ask God to bless them, because God knows what they need, and only thing we need to do is we need to pray for them, because God answers our prayers. Eins og ávallt að svo vitið að Guð ansar okkar bænum, og ég biðji ykkur að nefni sig nefnina að biðja lyfta þeim upp til Guð og biðja Guð að blessa þau í Immanuel Yeshua nafni. Amen. 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 Einar, Sara, Óskar, Stefán, Páll, Kristín, Ken, Stacy, Melcheni, and we ask you to pray for these names and lift them to God and ask God to bless them. Og þessi nöfn sem ég nefni þið, við ykkur að lyfta þeim upp til Guðs og biðja fyrir þeim. Yeshua nafni. Amen. 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 And now I'm gonna start reading from Clement. And he's actually Clemens and English Clement. So here I start. Fyrra Klemensbréf, 1. kafli. Vegna þeirra skyndilegu og endurteknu ógæfu og mótvinda sem yfir okkur ganga bræður teljum vér, oss hafa verið nokkuð sein að gefa gaum þeim deilum sem upp hafa komið, meðal yðar, kæru og þeirri andstyðu og vanelgu viðboð sem framandi og ókunnu hinum útvöldu Guðs. Fáeinir hugrökkir og sjálfráðir menn hafa kynnt undir slíkri vitleysu að nafn yðar sem eitt var virt, frægt og yndislegt í augum allra manna hefur nú verið mjög smánað, því að hver þeirra sem dvaldi meðal ykkar samþykkti ekki dygðust og staðfesti trú ykkar, hver dáðist ekki að hóstilltri umbundarlyndi guðrækni þinni í Kristi, hver birti ekki víða stórkostlega gestri til þína sem ekki óskaði þér hamingju með fullkomna og trausta þekking þína. Því að þér gjörðuð allt án manngreiningar álit og lifðuð eftir boðorðum Guðs, hlýðnuðu yður höfðingjum yðar og veituð öldungum yðar þannig heiður sem þeim ber á unga fólki líka, boðuð konurnar til hógværðar og sæmilegar hugsunar, og þið fólust og konunum að gegna öllum skyldum sínum með óaðfinnanlegri
sæmilegri og hreinni samvisku og annars eiginmenn sína eins og mat. Og þér kennið þeim að hlýða reglum hlýðni og stjórna heimsmálum sínum af kurteisi og með allri hyggindum. Kafli 2. Og þér voru allir auðmjúkir og hróklausir, eftirlastarsamir fremur en að vera undirgefnir, meira en fúsir að gefa en að þiggja og ánægðir með þá gæfu sem Guð gaf. Og hann gaf orðum hans gaum og geymdi þau vandlega í hjörtum við að tjáningar hans voru fyrir augum þínum. Þannig var öllum gefinn djúpur og ríkur friður og óseðjandi löngun til að gjöra gott, ríkulega útdelti heilagur andi sig einnig yfir alla og fullur af heilugum ráðum. Mikill eldmóði og guðrækilegu trausti rétti hann út hendur til almáttugs Guðs og bað hann að miskunna sér. Ef hann hefði ófúslega dríkt einhverja synd, hann barðist dag og nótt fyrir öllu bræðralagið til þess að fjöldi hans og útvöldum mætti frelsast með ugg, og ástundum þér voruð einlægir og einfaldir og lausir við illsku hver gagnvart öðrum. Sérhver uppreisn og sérhver sundrung var þér andstyggileg. Þú harmaðir yfir afbrotum nágranna þína, þú taldir galla þeirra að vera þína eigin. Hann iðraðist ekki neins góðs, heldur var reiðubúinn til alls góðs verks, skrítur hinum dýrðasta og heiðarlegasta. Bíða augnablik. Okay. Skríturinn dýrðasta og heiðarlegasta. Afsakið þetta. Og dýrðasta og heiðarlegasta. Lífið gegn öllum skyldum þínum í ótta við hann. Boðorð og fyrirmæli drottins voru rituð á töflur hjartaeyðar. 3. kafli. Öll dýrð og viðureign var þér gefin og það sem ritaði rættist. Unnusti minn át og drakk og stækkaði og feitnaði, og hann sparkaði. Þess vegna kemur öfund og öfunddeilur og uppreisn, ofsóknir og uppþot, stríð, herleiðing. Þannig urðu menn uppreisnir illmenni gegn heiðruðum illmenni gegn hinum álitnu, heimskingjar gegn vitrum, ungir gegn öldungum. Þess vegna standa réttlætið og friður fjarri, þótt hver maður hafi yfirgefið ótta drottins og orðið villuráfandi í trúnni á hann, hvorki gengið eftir fyrirmælum hans, né lifað samkvæmt því sem sæmir Kristi, heldur eltir hver grindir sínar illa hjarta þar sem þeir hafa alið upp rangláta og óguðlega öfund, sem einnig dauðinn kom inn í heiminn. 4. kafli. Því að svo ritað,
Eftir nokkra daga bar svo við að Kein færði Guði fórn á ávexti jarðarinnar og Eibol færði hann einnig af frumburði sauðanna og af feiti þeirra, og Guð leit til Eibol og fórn hans, en Kein og fórnum hans gaf hann engan gaum. Og Kein hryggðist mjög og var ljótur, og Guð sagði við Kein: því ertu svo hryggur, og því varð þú svo ljótur. Ef þú hefur boðið fram rétt og ekki skipt rétt, hefur þú þá ekki syngað. Vertu hljóður, hann mun snúa sér til þín og þú munt ríkja yfir honum. Þessi síðasta setning hefur einnig verið þýdd sem: vertu í friði, fórnin snýr aftur til þín og þú munt eignast hana aftur. Þá sagði Kein við Eibol, bróður sinn: förum yfir á sléttuna. Og svo bar við, þeir voru á sléttunni, að Kein reis upp gegn Eibol bróður sínum og drap hann. Sjáið þið, bræður, öfund afbrýðisemi ollu bróðurmorði. Vegna öfundar flúði Jakob faðir vor Esau bróður sinn. Öfund olli því að Jósef var ofsóttur og jafnvel allt til dauða. Hann var jafnvel fjötraður öfund og knúði Móse til að flýja frá Faró, konungi Egyptalands, og meðan samlandar hans sögðu við hann: hver eða útskurðaraðila yfir okkur? Viltu drepa mig eins og þú drapst Egyptana í gær? Vegna öfundar voru Aron og Miriam utan herbúðanna. Öfund leiddi Deitan og Aberam lifandi niður til heljar, að því að þeir höfðu gjört uppreisn gegn Móse, þjóni Guðs. Vegna öfundar öfundaði Fílistar Davíð ekki, eins og heldur ofsótti Sál, sem var konungur Ísrael á þeim tíma, hann einnig. 5. kafli. En til að víkja frá dæmum fortíðar skulum við snúa okkur að þeim hetjum sem lifa næst okkar tímans, setjum fyrir okkur göfuga fyrirmynd sem tilheyra kynslóðum okkar. Vegna öfundar og öfundar voru stærstu og réttlátu stólpar kirkjunnar ofsóttir og barist allt til dauða. Við skulum setja fyrir augum okkur hina góða apóstola. Þar var Pétur, sem vegna ranglættar öfundar þoldi ekki eina heldur margar erfiðir. Og það hafði þannig borið vitni að hann kom til síns tiltekna dýrðarstaðar vegna öfundar og deilna, og benti Pál með fordæmi sínu á verðlaunin fyrir þolgæði. Eftir það hafði hann 7 sinnum verið fjötraður og verið rekinn í útlegð, verið grýttur, predikaði í austri og vestri. Hann öðlaði sköfuga frægð sem var umbun trúar hans, hafði kennt réttlæti öllum heiminum og náði til ystu vestu marka, og hann hafði borið vitni fyrir höfðingjum, fór hann úr heiminum og fór til hins heilaga staða, þar sem hann reyndist hafa sýnt einstakt fordæmi. Þolgæðið. 7. kafli. Til þessara manna sem lifðu heilugu lífi safnaði saman mikill fjöldi útvalda, sem með mikilli vanvirðingu og pyndingu, þar sem þeir urðu fórnarlömb öfundar, settu hugrekk fyrirmynd meðal okkar. Vegna öfundar eru konur ofsóttar. Eftir það hafa þær þolað grimmilega vanheilagar móðganir og Dantes og
Day náðu örugglega markmiðinu í trúarhópinu og hlutu göfug laun þótt þeir væru veikir að líkama. Öfund hefur viðskilið konur við eiginmenn sína og breytt orðum föður okkar Adam. Þetta nú bein af mínum beinum, hold af mínu holdi. Öfund og deilur hafa kolvarpað stórborgum og upprætt stórar þjóðir. 7. kafli. Og þetta skrifum vér og yður þér elskaðir, ekki aðeins til áminningar heldur einnig til að minna oss sjálfa á því við erum á sömu listum og sama keppni bíður okkar. Þess vegna skulum við yfirgefa hégómlegar fánýtar hugsanir, hefða okkur eftir þeirri dýrlegu virðulegu reglu sem okkur hefur verið gefin, og sjáum hvað er gott og hvað er ánægjulegt og hvað er þóknanlegt í augum hans sem hann skapaði okkur. Beinum augu okkar á blóð Krists og við skiljum hversu dýrmætt það er föður hans, því þar sem það var úttelt okkur til hjálpræðis er það eitt fyrir allan heiminn náð iðrunar. Við skulum skoða allar kynslóðirnar í röð og læra hvernig meistarinn hefur kynslóð eftir kynslóð gefið þeim sem vilja snúa sér til hans iðrun, svigrúm, nógu predikaði iðrun og þeir sem hlýddu voru hólpnir. Jónas predikaði tortímingu fyrir mönnum, Níníve, en þeir iðruðu synda sinna og hlutu fyrirgefningu Guðs með bænum sínum og hlutu hjálpræði þótt þeir væru Guði fjarlægir. 8. kafli. Þjónar náðar Guðs fyrir heilagan anda töluðu iðrun, já, og meistari alheimsins sjálfur talaði iðrun með eið, því svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, þá trái ég ekki dauða syndarinnar heldur iðrun hans. Og hann bætti einnig við miskunnsömum dómi iðrist Ísraelsmenn misgjörðir yðar, segir sonum fólks míns, þótt syndir yðar náði frá jörðu jafnvel til himins og þótt þær séu rauðar en skarlat og svartari en segg, séu snúið til mín af hjarta og segið að Faðir, ég mun hlusta á yður eins og heilug þjóð. Og öðrum stað segir hann að þennan hátt þvoið yður, verðið hreinir, fjarlægið misgjörðir yðar úr sálum yðar burt frá augliti mínu, hættu misgjörðir þínar, lærðu að gera gott, leitaðu dómgreitt að verja þann sem er reglulega beitt, dæmdu munaðarleysingu rétt sínum, framkvæmdu ekki réttlæti og komið við skulum ræða þetta saman. Og segir hann, og þótt syndir yðar séu sem purrarar mun ég gjöra þær hvítar sem snjór, og þótt þær séu sem skartvað mun ég gjöra þær hvítar sem ull. Og ef þér eruð fúsir og hlýðið mér, þá munu þér eta gæði jarðarinnar, en ef þér viljið ekki og hlýðið mér ekki, þá mun sverð yðar gleypa, því að munu drottins hefur talað þetta, þar sem hann sá að hann þráir að allir ástvina hans taki þátt í iðrun. Staðfesti hann það með almáttum vilja sínum. 9. kafli. Þess vegna skulum við hlýða hans mikla og dýrlega vilja og bjóða ykkur fram sem bænendur miskunnar hans og gæsku, föllum frammi fyrir honum og beygjum okkur undir samúð hans, yfirgefum hégómafulla erfiðu, deilur og öfund sem leiðir til dauða, beinum augum okkar að þeim sem þjónuðu fullkomlega honum til dýrðar. Látum oss leiða Ínúk fram sem reyndist réttlátur í hlýðni og var burnum, en dauði hans fannst ekki. Nói reyndist trúr
fyrir þjónustu sína og predikaði endurfæðingu fyrir heiminn og fyrir tilstilli hans frelsaði meistarinn veruna sem gengu í sameiningu inn í örkina. 10. kafli. Abraham sem kallaður var vinur reyndist trúr þar sem hann hlýddi orðum Guðs með hlýðni fór hann burt frá landi sínu, ættmennum sínum og húsi föður síns til þess að hann gæti erft fyrirheiti Guðs eftir að hafa skilið eftir fámennt land, veika ætt og lélega fjölskyldu því hann segir við hann: Far þú burt úr landi þínu og frá ætt þinni og úr húsi föður þíns til lands sem ég mun sýna þér og ég mun gera þig að mikilli þjóð og blessa þig og þú gera nafn þitt hátt og þú munt blessaður verða og ég mun blessa þá sem þig blessa og ég mun bölva þeim sem þér formala og þér skulu þér ættkvíslir jarðarinnar og blessun hljóta og en hann hafði skilið við Lot, sagði Guð við hann: Lít upp með augum þínum og sjá frá þeim stað þar sem þú ert nú til norðurs og suðurs og sólarupprásar og sjávar og allt land sem þú sér mun ég gefa þér og niðjum þínum að eilífu og ég mun gjöra niðja þína sem duft jarðar. Ef nokkur getur talið duft jarðar þá skulu einnig niðja þínar talda verða og aftur segir hann: Guð leiddi Abraham út og sagði við hann: Líttu upp til himinsins og teldu stjörnurnar og sjáðu hvort þú getur talið þær og svo munu afkvæmi þín verða. Og Abraham trúði Guði og það var honum reiknað til réttlætis fyrir trú sína og gestriðni var honum gefinn sonur á gamals aldri og fyrir hlýðni færði hann honum fórnir Guði á einum af fjöllunum sem hann sýndi honum. Í Jesúa Immanuel nafni, amen. Og við látum þetta nægja í dag og veit að vera blessun fyrir ykkur og það hafa mjög fáir heyrst þetta bréf og já, eins og ég segi, það hafa mjög fáir farið yfir Ethiopian Bible eins og Clement hérna að hér 2 bréf sem kom á eftir Ópenbarunarbókinni en þú lest Lúther-biblíuna og katólsku biblíuna og orthodox sem samblönduðust katólíkonum að þá sérðu þetta ekki þar en orthodox kirkjan sem var frumkirkjan og gerði þessa biblíu 330 eftir Krist og varðveitti öll þessi rit sem við hérna á Grace Church munum fara yfir og þá það svona, það verður svona svolítið,
mikil uppgötvun fyrir ykkur sem hafið ekki kynnt ykkur þennan fróðleik sem og þessi skrif sem voru gerð, öll þessi bréf sem voru gerð í Biblíunni, og hér á Grace Church munum við fara yfir þetta eins og þegar maður les þetta eins og ég voru að hlusta núna á að þetta að þegar maður les þetta að þá er þetta mjög svona, já, guðlegt og maður sér ekki eins og ég sjálfur, ég hef búinn að lesa þessi rit og ég sé ekki hvernig þessi rit hafa verið, já, svona tekin ákvörðun að taka þetta út, en frumkirkjan sem flúði til, sem orthodox og frá byrjun með Kristi að þeir varðveittu öll þessi rit og földu þau í Eþíópíu og því var Eþíópíu Biblían svona bönnuð í heiminum svona og haldið frá okkur kristnu mönnunum að við máttum ekki fá að lesa þessi rit og máttum ekki fá vitneskju um Eþíópíu Bible, og þetta er bara sannleikurinn og svona hefur þetta verið svona í gegnum tíðina að maðurinn, hann er að hliðra svona til sem að svona hann vill hafa í og hvað og er að ákveða það þegar frumkirkjan var með þessi rit og voru alveg öll jöfn öllum öðrum ritum í Biblíunni, en svo kom bara þetta, kemur ágreiningur á milli manna og menn fara taka úr og velja og hvað eigi að vera og hvað eigi ekki að vera og svo getur hverjum hvað fundist eins og ég var að lesa hér að það bara ekki vera neitt að vera að tala einhvern það ekki vera
eins og tekið hérna fram, tekið fram hérna Cain, tekið hérna fram hérna Abraham, það tekið Nói, það tekið fram allt og Ínúk og það kemur, það tekið allar hérna, þú veist, staðreyndir sem að skeðu í orðinu og maður svona, því var verið að gera þetta. En það eins og Drottinn segir, enginn maður góður maður og gefur okkur aðvörun að við eigum að passa okkur á manninum og því maðurinn, hann mun reyna að breyta og eins og þeir eru alltaf að gera, þeir eins og með þessi síðaskipti 1054, 1500 eitthvað þegar Lúther kemur og svo kemur aftur 1880 eitthvað, þá kom aftur síðaskipti, svo kemur Calvin Biblían sem skrifað af gyðingum og einhverju kennsluriti og síðan fara biblíurnar þeir sem eru að framleiða biblíurnar að þeir fara að breyta orðalagi í biblíunni og láta þetta segja að við erum að láta þetta á nútímalegra mál svo að fólk skilji hvað við erum að segja og auðvitað skiljum við alveg hvað er að segja. Við þurfum ekkert að fá þetta á nútímalegra mál. Og við skiljum alveg málið og það er ekkert að vera að breyta því en þetta gerir alltaf í nafni eitthvað og eitthvað verið að eiga við orðið okkar og þetta er ekki búið að vera glæsilegt í gegnum tímann og maður er búinn að horfa á þetta og alveg svo bara með Maríu Mey að hún átti að vera hreint í henni blóðið og því var fundin upp einhver hrærigrautur og ég man eftir þessu tímabili og alls konar einhvern veginn búið út frá því og frá Davíð og eitthvað og það átti að vera hrein, María Mey átti að vera hrein og hreint í henni blóðið út af því að það mátti ekki vera syndugt blóðið og því gat Drottinn ekki komið undan konu sem var með syndugt blóð og því ég var náttúrulega eftir þessu tímabili að þetta var bara skrýtnasta rugl sem maður hafði heyrt og svo er í dag svona eins og að vera að hylma yfir þetta hefði átt sér stað að þetta var gert en svo kom fram með
vísindunum sem við vitum í dag að barnið býr til sitt eigið blóð og þar af leiðandi ekki lengur syndugt blóð og maður var alltaf að tala að maðurinn væri syndugur og því að blóðið hans væri syndugt og síðan þegar þetta kemur fram að blóðið ekki syndugt og barnið hreint eins og Drottinn segir, bent á barnið og það syndlaust því að það hefur ekki gert neitt og þú fæðist syndlaus og þá þurfti þeir að koma með og þá byrjuðu bara allt í einu með nýja kenningu og sögðu bara ég meina líkaminn syndugur og svona þetta svona þessar kirkjustofnanir þetta svona kult eins og maður kallar þú veist þetta hefur verið svona í gegnum tíðina alltaf að reyna að búa bara til eitthvað nýtt eitthvað til þess að gera einhverjar hreinsun eða eins og katólíkin, þú veist, syndaraflausn við einhverju og við erum aldrei nógu góð og þetta bara staðreyndir að þetta er svona katólíkin svona þú veist að þú getur bara borgað út úr syndinni og ég man eftir því að þegar ég var drengur að þú veist út af mér langaði í silfurmennið og með Maríu Mey og sótti alltaf hér hjá Ólafini mínum og kom prestur þar og sonnullur og ég fekk fyrst út af því að ég fór þangað og fekk ég svona með bandi með plasti Maríu Mey svona þú veist hálsmenn og svo þurfti ég að sækja svolítið lengi út af því að ég þurfti að læra hvað katólíkin gekk út á og allt það og ég var ungur drengur þarna og mig langaði svo mikið í þetta silfur menni að þá þurfti ég að fara einnig samt í Jósef og þurfti að fara í kapelluna þar og ég þurfti að skrifta og þar eftir götunum og ég náði því að fá silfurmennið með Maríu Mey og það þýddi það að þá var ég búinn að ná allari svona grunnlærdómnum í katólíkonum og ég veist svolítið aðvað fyrir þessu en ég gerði það. Ég lét mig hafa það að mæta alltaf reglulega og mæta síðan upp í Sankt Jósef upp í kapellu og fara og tala við prestinn og segja frá syndum mínum og svo þurfti ég að fara með Maríubænir og eftir hvað
mikið ég hafði gert af mér að þá þurfti ég að fara með X mikið að Maríubænum og svo alltaf þegar maður fer út úr kapellunni að signa sig fyrir framan Maríumey og áður maður fór út úr kapellunni og ég gerði þetta og náði mínu markmiði og það var að ná í silfurmennið og ná grunntrúnni allari í katólíkum. Því að Óla vinur mínum var móðir hans katólsk og katólsk trú var á heimilið hjá honum og hann var skólabróðir minn og bjó hér við hliðina á mér svo að það var stutt að fara og þetta voru einhverjir 1-2 tímar sem að sunnudögum eða eitthvað sem maður reytti þá og þetta er mjög langt síðan, 78, 9 ég byrjaði í þessu og en svona er það og mikið like I've been reading here today this Clement that this is 2 books of this Clement 1 and this Clement 2 and this is in the Ethiopian Bible and this comes after the book of Revelation and when I'm reading this is like just like reading the pure scripture of the Bible is just talking about Enoch and it's talking about Adam and Abraham and Cain and Abel and all these things and I don't see anything unholy about these scriptures and this is just what first Christian people and the Orthodox Church they saved these scriptures and made this Bible in 330. This is the oldest Bible in the world. And that's why there's 88 scriptures in it. You cannot get another Ethiopian Bible that stands 81 scripture in it. It's just because like Maccabee, they just talk about one scripture there, but there's one Maccabee 1 and there's Maccabee 2 and there's Maccabee 3. Like in Clement, it's like it's Clement 1 and there's Clement 2, but like in Maccabee 1, 2, and 3, they just have it 1 there, and like Clement 1 and 2, they just have 1 book there, and that Ethiopian Bible is the same Ethiopian Bible, but it stands 81 scriptures. It's just they didn't separate this scripture
in between, like in Maccabi, they didn't separate it in three parts. Like in Clement, they didn't separate it in three parts. Wait a minute. Wait a minute. Okay. This is just how things. It's the same. It's just the same Bible. I like this because the Passion of Christ is Mel Gibson is he went to Ethiopian and he's doing the same thing. He went to Ethiopia to learn the whole scripture. This is, wait a minute. I don't go out of battery here. So change over here. It's just over here. Have this over here. So this thing. So don't go out of battery. Now I'm going to read these 10 chapters for you in English, and I didn't. I had because it's a little bit hard to find the audio books that I wanted to have, but this is it's a little bit like a Ethiopian. It's like it's not like some actor wrote the audiobook, so this is a little bit like the voice. I wanted to have better voice in it because it's always good to have like some people are very good in reading scripture and have beautiful voices. So listen to this and enjoy. This is Clement after this is the last two books in the Bible after the Revelation, the book of Revelation. And this is in the Ethiopian Bible. So listen to this. First Clement, chapter 1. By reason of the sudden and repeated calamities and reverses which are befalling us, brethren, we consider that we have been somewhat tardy in giving heed to the matters of dispute that have arisen among you, dearly beloved, and to the detestable and unholy sedition so alien and strange to the elect of God, which a few headstrong and self-willed persons have kindled to such a pitch of madness that your name, once revered and renowned and lovely in the sight of all men, hath been greatly reviled. For who that had sojourned among you did not approve your most virtuous and steadfast faith? Who did not admire your sober and forbearing piety in Christ?
who did not publish abroad your magnificent disposition of hospitality? Who did not congratulate you on your perfect and sound knowledge? For ye did all things without respect of persons, and ye walked after the ordinances of God, submitting yourselves to your rulers, and rendering to the older men among you the honor which is their due. On the young too, ye enjoined modest and seemly thoughts, and the women ye charged to perform all their duties in a blameless and seemly and pure conscience, cherishing their own husbands as is meet. And ye taught them to keep in the rule of obedience, and to manage the affairs of their household in seemliness with all discretion. Chapter 2. And ye were all lowly in mind and free from arrogance, yielding rather than claiming submission, more glad to give than to receive, and content with the provision which God supplieth, and giving heed unto his words, ye laid them up diligently in your hearts, and his sufferings were before your eyes. Thus a profound and rich peace was given to all, and an insatiable desire of doing good. An abundant outpouring also of the Holy Spirit fell upon all, and being full of holy counsel, in excellent zeal, and with a pious confidence, ye stretched out your hands to Almighty God, supplicating him to be propitious, if unwillingly ye had committed any sin. Ye had conflict day and night for all the brotherhood, that the number of his elect might be saved with fearfulness and intentness of mind. Ye were sincere and simple and free from malice one towards another. Every sedition and every schism was abominable to you. Ye mourned over the transgressions of your neighbors. Ye judged their shortcomings to be your own. Ye repented not of any well-doing, but were ready unto every good work. Being adorned with a most virtuous and honorable life, ye performed all your duties in the fear of him. The commandments and the ordinances of the Lord were written on the tablets of your hearts. Chapter 3. All glory and enlargement was given unto you, and that was fulfilled which is written, My beloved ate and drank, and was enlarged, and waxed fat, and kicked. Hence come jealousy and envy, strife and sedition, persecution and tumult, war and captivity. So men were stirred up, the mean against the honorable, the ill reputed against the highly reputed, the foolish against the wise, the young against the elder. For this cause righteousness and peace stand aloof, while each man hath forsaken the fear of the Lord, and become purblind in the faith of him, neither walketh in the ordinances of his commandments, nor liveth according to that which becometh Christ, but each goeth after the lusts of his evil heart, seeing that they have conceived an unrighteous and ungodly jealousy, through which also death entered into the world. Chapter 4. For so it is written, And it came to pass after certain days, that Cain brought of the fruits of the earth a sacrifice unto God. And Abel he also brought of the firstlings of the sheep and of their fatness. And God looked upon Abel and upon his gifts, but unto Cain and unto his sacrifices he gave no heed. And Cain sorrowed exceedingly, and his countenance fell. And God said unto Cain, Wherefore art thou very sorrowful, and wherefore did thy countenance fall? If thou hast offered aright and hast not divided aright, didst thou not sin? Hold thy peace. Unto thee shall he turn, and thou shalt rule over him. This last phrase has also been translated, Be at peace, thine offering returns to thyself, and thou shalt again possess it. And Cain said unto Abel, his brother, Let us go over unto the plain. And it came to pass, while they were in the plain, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. You see, brethren,
jealousy and envy wrought a brother's murder. By reason of jealousy, our father Jacob ran away from the face of Esau his brother. Jealousy caused Joseph to be persecuted even unto death, and to come even unto bondage. Jealousy compelled Moses to flee from the face of Pharaoh, king of Egypt, while it was said to him by his own countrymen, "Who made thee a judge or a decider over us? Wouldest thou slay me, even as yesterday thou slewest the Egyptian?" By reason of jealousy, Aaron and Miriam were lodged outside the camp. Jealousy brought Dathan and Abiram down alive to Hades, because they made sedition against Moses, the servant of God. By reason of jealousy, David was envied not only by the Philistines, but was persecuted also by Saul, who was the king of Israel at the time. Chapter 5. But to pass from the examples of ancient days, let us come to those champions who lived nearest to our time. Let us set before us the noble examples which belong to our generation. By reason of jealousy and envy, the greatest and most righteous pillars of the church were persecuted and contended even unto death. Let us set before our eyes the good apostles. There was Peter, who by reason of unrighteous jealousy endured not one, but many labors, and thus having borne his testimony, went to his appointed place of glory. By reason of jealousy and strife, Paul, by his example, pointed out the prize of patient endurance. After that, he had been 7 times in bonds, had been driven into exile, had been stoned, had preached in the east and in the west. He won the noble renown which was the reward of his faith, having taught righteousness unto the whole world, and having reached the farthest bounds of the west. And when he had borne his testimony before the rulers, so he departed from the world and went unto the holy place, having been found a notable pattern of patient endurance. Chapter 6. Unto these men of holy lives was gathered a vast multitude of the elect, who through many indignities and tortures, being the victims of jealousy, set a brave example among ourselves. By reason of jealousy, women being persecuted, after that they have suffered cruel and unholy insults, as Danaites and Decai safely reached the goal in the race of faith and received a noble reward, feeble though they were in body. Jealousy hath estranged wives from their husbands, and changed the saying of our father Adam, "This now is bone of my bones and flesh of my flesh." Jealousy and strife have overthrown great cities and uprooted great nations. Chapter 7. These things, dearly beloved, we write, not only as admonishing you, but also as putting ourselves in remembrance. For we are in the same lists, and the same contest awaiteth us. Wherefore, let us forsake idle and vain thoughts, and let us conform to the glorious and venerable rule which hath been handed down to us. And let us see what is good, and what is pleasant, and what is acceptable in the sight of him that made us. Let us fix our eyes on the blood of Christ, and understand how precious it is unto his Father, because being shed for our salvation, it won for the whole world the grace of repentance. Let us review all the generations in turn, and learn how from generation to generation the Master hath given a place for repentance unto them that desire to turn to him. Noah preached repentance, and they that obeyed were saved. Jonah preached destruction unto the men of Nineveh, but they, repenting of their sins, obtained pardon of God by their supplications and received salvation, albeit they were aliens from God. Chapter 8. The ministers of the grace of God through the Holy Spirit
spake concerning repentance. Yea, and the Master of the universe himself spake concerning repentance with an oath. For as I live, saith the Lord, I desire not the death of the sinner, so much as his repentance. And he added also a merciful judgment. Repent ye, O house of Israel, of your iniquity. Say unto the sons of my people, though your sins reach from the earth even unto the heaven, and though they be redder than scarlet and blacker than sackcloth, and ye turn unto me with your whole heart, and say, Father, I will give ear unto you as unto a holy people. And in another place he saith on this wise, Wash, be ye clean, put away your iniquities from your souls out of my sight. Cease from your iniquities, learn to do good, seek out judgment, defend him that is wronged, give judgment for the orphan, and execute righteousness for the widow. And come and let us reason together, saith he. And though your sins be as crimson, I will make them white as snow. And though they be as scarlet, I will make them white as wool. And if ye be willing and will hearken unto me, ye shall eat the good things of the earth. But if ye be not willing, neither hearken unto me, a sword shall devour you. For the mouth of the Lord hath spoken these things. Seeing then that he desireth all his beloved to be partakers of repentance, he confirmed it by an act of his almighty will. Chapter 9. Wherefore, let us be obedient unto his excellent and glorious will, and presenting ourselves as suppliants of his mercy and goodness, let us fall down before him, and betake ourselves unto his compassions, forsaking the vain toil, and the strife, and the jealousy which leadeth unto death. Let us fix our eyes on them that minister perfectly unto his excellent glory. Let us set before us Enoch, who being found righteous in obedience was translated, and his death was not found. Noah being found faithful, by his ministration preached regeneration unto the world, and through him the Master saved the living creatures that entered into the ark in concord. Chapter 10. Abraham, who was called a friend, was found faithful in that he rendered obedience unto the words of God. He through obedience went forth from his land and from his kindred and from his father's house, that leaving a scanty land and a feeble kindred and a mean house, he might inherit the promises of God. For he saith unto him, Go forth from thy land and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land which I shall show thee. And I will make thee into a great nation, and I will bless thee, and will magnify thy name, and thou shalt be blessed. And I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. And in thee shall all the tribes of the earth be blessed. And again, when he was parted from Lot, God said unto him, Look up with thine eyes, and behold, from the place where thou now art, unto the north and the south and the sunrise and the sea, for all the land which thou seest, I will give it unto thee and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth. If any man can count the dust of the earth, then shall thy seed also be counted. And again he saith, God led Abraham forth and said unto him, Look up unto the heaven, and count the stars, and see whether thou canst number them. So shall thy seed be. And Abraham believed God, and it was reckoned unto him for righteousness. For his faith and hospitality, his son was given unto him in old age, and by obedience he offered him a sacrifice unto God on one of the mountains which he showed him. Chapter 11. For his hospitality. Immanuel, Yeshua navni. Amen. Everybody say amen on this wonderful Monday.
Þið segja amen og spindislega mánuði og fara í klukkan orðin mikið í dag og ætla ég að bíða með nei, ekki bíða með klára ok. Ef þú hefur ekki tekið við Guði inn í líf þitt, þá ætla ég að gefa þér tækifæri til þess að gera það hér í dag. Að þú trúir í hjarta þér að Jesúa, Emmanuel, hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og tekið á sig syndir þínar, að hann hefði tekið syndir þínar á sig og frelsað þig. Og hann hafi risið upp frá á þriðja degi og hann sé lifandi í dag. Að þá mun heilagur andi stíga inn í hjartaðir og þú mun geta leitað hans, tala við hann og biðið blessun hans og hann mun veita þér hana. Og það hans loforð í frelsisbæninni. And I'm gonna give you, if you haven't received God into your life, this is the salvation prayer. And Lord promise, if you have these words after me, that He's gonna come into your heart with His Holy Spirit. If you believe that He took on all your sins and He saved you from all of them, and He rose on the third day, and He is alive today, then He's going to send His Holy Spirit into your heart. And then you are going to be able to talk to Him and pray to Him, and He's going to help you with all the things in your life. And that's His promise. And that's the best thing you can do. And the world, just then you can talk to God, and God can help you. And this is a promise. And this is how you can connect to God, and how you can speak to God. And this is His promise. But always remember, God went on the cross, took all the sins of all people, and He saved all mankind from this thing that we have our free will of
doing things, judging ourselves and things that we are doing that God tells us that we are not supposed to do, and that's why God, through the scriptures, is always telling us, be good to your neighbor, pray for your neighbor, be good to your enemy, pray for your enemy, love your enemy, love your neighbor. And that means if I'm supposed to pray for my enemy and I'm supposed to love him and do all these things, and I'm not allowed to judge myself, that means that he's not gonna judge you. But if you want to speak to him, then you're gonna have to take the salvation prayer. And that's the connection you need to do to, you have to believe that he took all your sins on himself and freed you from them. And he rose on the third day and he's alive today. Then you can speak to him. But every man is going to heaven, but this is how he puts up the rules to speak to him, and this is what we are supposed to do if we are supposed to talk to God. But God loves all of us. Doesn't matter where you are, whether you're Buddha or yoga or whatever you're doing, Muslim, whatever, doesn't matter. You are the child of God and God loves you. The salvation prayer is just the prayer that you need to do to receive the blessings from him, because you need to believe in him and to connect that he's going to be able to answer your prayer. It just works like that. So, það skiptir ekki máli í hvað þú ert í Buddha eða yoga eða muslim eða í hvaða trú sem þú ert. Að hann dó fyrir syndir allra manna. Hann tók á sig alla syndir manna. Hann tók á sig syndirna þeirna. Og hann rís upp á þriðja degi og hann gerði þetta fyrir okkur, því að við vorum alltaf að láta lög yfir okkur sjálf og við vildum alltaf hafa eitthvað regluverk yfir okkur eins og við erum enn að gera í dag. Við erum alltaf að láta einhverjar reglugerðir yfir okkur og sem eins og lögmálið Ólafs sé synd. Maðurinn gat ekki haldið lögmálið og þar af leiðandi
dæmdi maðurinn sig sjálfur og bjó til helvíti í höfði sér og hélt að það myndi bara brenna í helvíti til eilífðar og þetta er maðurinn að gera, þú veist, já, þetta er okkar frjálsi vilji og þetta var einmitt Immanuel Jesúa að benda á að þetta væri ekki frá honum komið og það væri frá manninum og maðurinn bað lögmálið og braust eitt af þessum lögmálum að þá fór maðurinn og dæmdi sjálfan sig til helvítis og leit á það þannig og fór síðan að reyna að búa til sitt eigið að það var það einhverja hreinsun á þessu og hreinsun á hinu og svo kemur auðvitað John the Baptist sko og sýnir út af því að fátæki maðurinn, hann átti auðvitað ekki lamb og hafði þar af leiðandi ekki peninga til þess og tekur þá í vatnið og tekur þá undan þessu og sýnir þeim að að fara í vatnið hérna og þetta er hreinn og þess að maðurinn var ekki að dæma sjálfan sér í höfuð sér og farisearnir og annað létu þetta út af þetta en svona er maðurinn og Immanuel kom til John og Jóhann skírara og John the Baptist og fer í vatnið og framkvæmir það sama og segir að blessun ég að það þarf ekki að vera að koma með einhverja slátufórn hér til þess að hreinsa sjálfan sig og þarna sýnir hann það að það þarf aðeins að til þess að losa sig undan þessu að það þurfti ekki þetta að fá Guð að sýna það það þarf ekkert einhverja fórn einhverja blóðfórn til þess að frelsa þig undan þessu en þarna auðvitað er hann ekki búinn með verkið sitt sem eru góðu fréttirnar sem the good news. This is not the good news. This is because he was not finished with his work. He was just starting his work, and then Immanuel went on the cross, and then he took everything, all your sins, all the things, bad things you did, and he took them on himself and showed you he was the Lamb. He was
taking the blame for you, so you could go to showing you that you are going to heaven. And that's why every man is going to heaven. But the salvation prayer is, do you want the help of God? And that's the salvation prayer. And that's how we connect to God and let God help us. That's why we Christian people, we do this, and God answers our prayers. And that's the best thing you can do. And so this is how it works. But God loves you. Doesn't matter in what belief you are in. God always loves you. And it's not that you love God, like in the 10 commitments, that was like you had to, because the man was thinking like he had to love God, that this was the solution. No, God loves you. He wants to serve you. He is the first servant. And then he teaches you to serve your wife, and then you are supposed to, the man and the woman is supposed to serve the children because they are innocent and they are pure. And that's why God teaches us he's the first servant, and then comes the man, and then the man is like the second servant, and I'm supposed to serve my wife, and then God blesses me with that, and then he takes the man and the wife and he puts them together as one, and God and the man and the wife blesses the children. And that's why we are supposed to pray for all people, because these are all the children of God. And this is how it is. So have this prayer with me if you want to have the salvation prayer with me. So have these words after me. Lord Yeshua, I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sin, and that your precious blood cleansed me from all sin. I believe that you rose from death to give me life. Yeshua, I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, renew my spirit, and make me a new creation in you. I open my heart now, and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. From this day on, I choose to follow you and live according to your word. Thank you, Yeshua, that through your blood I'm cleansed, forgiven, reborn, and loved by you. In Yeshua, in my mild name, amen. Amen. And you who had this prayer with me, be welcome to the kingdom of God. And now you can pray to God and ask Him to help you in your life. And now you are the part of the church, because the church
lives inside of you, and your body is the temple of God. And now I'm gonna go with this prayer in Icelandic. Uh, alright. Svo hafðu þetta er bröðsbænin, hafðu þessa bæn eftir mér. Drottinn Jesúa, ég trúi að þú sé sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. Ég trúi að þú risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesúa, ég bið þig að fyrirgefa mig allra syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaðu hjarta mitt, endurnýjaðu anda minn og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesúa að fyrir blóð þitt er ég ný sköpun, fyrirgefinn, endurfæddur og elskaður af þér. Í Jesúa Immanuel nafni. Amen. Amen. Og vertu velkomin í Guðsríkið. Og nú ertu, þú sem hafðir þessa bæn með mér, ert orðinn partur af kirkju hans og líkaminn þinn er musteri Guðs og nú munt þú geta leitað til hans og tala við hann og hann mun blessa þig í Immanuel Jesúa nafni. Amen. Amen. Og Immanuel þýðir Guð er með oss og Jesúa þýðir Drottinn blessar. Svo þið vitið hvað þýðir nafnið á Guði. It's like the name Immanuel, Yeshua, is God is with us, and the Lord blesses is Yeshua. That's the name of God. Og við enda þetta á bæninni sem Guð kenndi okkur. And we have here on Grace Church, we have the original prayer because it is never going to lead us into temptation. That's no. It's hold us from temptation. It's not lead us. It's hold us from temptation. And that's the Lord's Prayer. And that's
that's the ritual prayer. So, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And keep us from temptation, so that we may stand against it. But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. In Yeshua Emmanuel name, Amen, Amen. Og núna vil ég fara með hvað voru á íslensk. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þín vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt dagligt brauð, svo sem við og fyrirgefum voru skuldunauðum. Hald þú oss frá fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen, amen. Og við munum sjást á morgun og yndislega nótt hér á Íslandi og þið sem eru vestan megin í heiminum, kvöld hjá ykkur og dagur annar staðar og þið sem eru í Asíu, góðan morgun, þriðjudagsmorgun hjá okkur og tíminn misjafn í heiminum og megi Guð svo sannarlega blessa ykkur og yndislegt að hafa ykkur hér á. Þið eru í kirkjan og eins og ég segi, þið eru kirkjan okkar og megi Guð svo sannarlega blessa ykkur og eigið yndislega nótt hér á Íslandi og eigið yndislegan dag með annar staðar og God bless, and I'll see you tomorrow. And everybody say, Amen on this beautiful Monday or on beautiful Tuesday to the other ones in the morning time. We love you here from Iceland. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi. Bye bye.